Ásbyrgi ein af þessum náttúruperlum Íslands. Ég mættur og ætla að taka út þetta fallega svæði. Skógurinn hérna í Ásbyrgi umlukinn 100 metra háu belti sem myndaðist í hamfarahlaupi. Skógræktin keypti jörðina hérna 1927 og friðaði þessar skógarleifar sem voru hér í botninum. Þegar þessi friðun varð, þá sagði Hákon Bjarnason, skógræktarstjóri, að þessi friðun hefði komið á 11. stundu því að skógarnir sem hér voru á fallandi fæti. En fljótlega, 5 árum eftir friðun, þá var nýgræðingur farin að spretta allt og hlutirnir þróuðust á betri veg. Í botninum á Ásbyrgi fagurgræn tjörn sem heitir Botnstjörn.
Eitt af því sem einkennir skóginn mikið fjöldi reynitrjá sem setur mikinn svip á skóginn. Í 1950 og 1980 var gróðsett nokkrar tegundir sem uxu ekki hér í skóginum. Það var rauðgreni, blágreni og hvítgreni og lerki og skógarfura. En stefna núna að gróðsetja ekki meira af trjám hér í skóginum, heldur leyfa skóginum bara, birkinu og reyniviðnum svolítið að breiða úr sér. Í Ásbyrgi hægt að ganga ákveðna leið þar sem eru upplýsingar hinn ýmsa gróður sem vex hérna. Ótrúlega gaman að koma hingað á Ásbyrgi. Þetta náttúrulega þvílík náttúruperla. Maður kannski bara gleymi því svolítið hvað þetta einstakur staður bara á heimsmælikvarða. Ég ætla að nauta þess að koma hérna.